Jæja. Í dag ætlum við að fjalla hið góða líf og hugmyndar heimspekinga hvað felst í því, svona í gegnum tíðina. Við skoðum hugmyndir frá fornöld og svo nýrri hugmyndir líka. Þetta byggir á grein sem að Jóhann Björnsson, heimspekingur og kennari, skrifaði á Vísindavefinn og það er linkur á greinina hérna fyrir neðan. En við erum að fara að velta fyrir okkur spurningunum hvað er hamingja, hvað er það að vera hamingjusamur, og grísku heimspekingarnir strax í fornöld voru búin að átta sig á því að það væri full ástæða til að rannsaka það hvernig væri best að lifa lífinu. Og hér eru tvær setningar sem eru mjög þekktar frá þessum tíma. Það er annars vegar þekktu sjálfan þig og hins vegar hið órannsakaða líf er einskis virði. Seinni setningin er eignuð Sókratesi en svo fyrri á að hafa staðið við hellinn hjá véfréttinni í Delfí. Og spurningin er svo: þekkir maður sjálfan sig nógu vel til að geta lifað lífinu vel? Það er erfitt að þýða hugmyndir grísku heimspekingana hið góða líf með einhver einu hugtaki. Það eru mörg hugtök í íslensku sem að lýsa því sem þeir voru að tala um. Þeir töluðu að líða vel, þeir töluðu að ganga vel eða vera farsæll, og kannski mest lýsandi hugtaki sem þeir notuðu var að þeir töluðu að maðurinn þyrfti að blómstra, bara eins og planta. Og það er ekkert sjálfsagt að lífið verði gott eða að maður lifi því vel. Maður þarf að hafa fyrir því að lifa lífinu til þess að blómstra. Við byrjum á Platóni. Platón sagði að það er grundvallaratriði í góðu lífi að breyta vel, sem að taka góðar ákvarðanir, velja réttar athafnir og láta ekki undan þrýstingi, hvort sem að það er utanaðkomandi þrýstingur, að allir gera einhvern veginn eða allir reyna að fá því til að gera eitthvað, eða hvort það eru þínar eigin hvatir. Þú mátt ekki láta eftir hvötu þínum, þú mátt ekki vera gráður, þú mátt ekki þú verður að hafa stjórn á sjálfu þér. Þú þarf líka að vera réttlátur og koma rétt fram við aðra. Og þetta er dálítið svona punktur sem Platón hefur sem ekkert mjög margir aðrir pæla í. Platón heldur því fram að sá sem að valdi öðrum skaða, að hann sjálfur verði fyrir ennþá meiri skaða heldur en sá sem að hann beitti órétti, og að maður sem hugsar sinn gang og hugsar líf sitt, hann myndi aldrei koma fram við aðra af ranglæti, vegna þess einfaldlega að það er bara heimskulegt fyrir hann sjálfan. Og þeir sem að eru grimmir og vondir við aðra, að þeir ganga frá þeim leik skattaðri heldur en þeir sem að þeir eru að beita grimmdinni. Aristóteles sagði að sá dygðugi væri sá sem að væri hófsamur og myndi velja meðalhófið í stað þess að velja öfgar í aðra hvora áttina. Og það að ganga of langt í aðra hvora áttina í öfgum, að það kemur í veg fyrir að þú verðir hamingjusamur eða farsæll. Og það má taka dæmi af mat. Það er slæmt að svelta sig, en það er líka slæmt að borða svo mikið að það verður manni fyrir skaða. Maður á að finna meðalvegin, og ekki bara í mataræði heldur í öllu. Og þetta kallar á áhugaverða spurningu fyrir okkur: hvað þá ef við búum í samfélagi þar sem að meðalhófið, að það eðlilega er í raun og veru ekki meðalhófið heldur nær öðrum hvorum öfgunum. Ef samfélagið ákveður með því til dæmis að sýna bara í sjónvarpi og fjölmiðlum ofboðslega grannar konur sem eru óeðlilega grannar, það er að segja að það er meiri hluti kvenna er miklu þyngri en það er, að hvaða áhrif skyldi það geta haft? Eða að menn kallar sem við sjáum í sjónvarpi séu menn sem að eyði mörgum klukkutímum á dag í ræktinni, og það verði engin svona nema hann hafi bara eyði tíma sinum og orku í þetta. Hvað áhrif er það? Skyldi það geta leitt til þess að það verði bara rótgróin óhamingja í samfélaginu, og að venjulegt fólk, og þá sérstaklega unglingar sem hafa kannski ekki samanburðinn, verði blindað á hvar meðalhófið liggur? Og skyldi þetta geta grafið sig í samfélagi og leitt til meiri óhamingju? Þetta er spurning sem við getum pælt í. Epikúros var með svo sem ekkert óskaplega flókna hugmyndum hið góða líf. Hann sagði bara: maðurinn á að láta sér líða vel. Lífið er gott ef maður kann að njóta þess. Og það að líða vel er kannski ekki alveg einfalt og það virðist í fyrstu, vegna þess að
maður þarf að hugsa stundum, maður þarf að skoða það sem maður að hugsa að gera og velta fyrir sig hver afleiðingarnar verða af því. Og farsæla manneskjan svo sem að sér vel fyrir afleiðingarnar og velur þær leiðir sem valda mestri veljiðan. Ekki bara í dag, heldur fylgja áfram. Þannig getur verið gott að fara í ræktina og hlaupa og líða dálítið illa í smá stund vegna þess að það veldur því að manni líður vel lengi á eftir. Og það hættulegt að eldast bara við stundarsælu, bara eitthvað sem rosalega notalegt akkurat núna en á eftir að láta mig líða illa seinna. Þannig að verkefni mannsins samkvæmt Epikúrosi að átta sig dálítið á heiminum og velja síðan það sem að lætur manni líða vel. Epiktet sagði að óhamingjan væri oftar en ekki bara afleiðing af því að fólk væri að hafa áhyggjur af hlutum sem að það hefur ekkert vald yfir. Og maður þyrfti einfaldlega bara að halda sig við það sem að væri mögulegt og þá myndi óhamingjan svona stíga til hliðar og hamingjan kom í staðinn. Og það til margar tilvitnanir í hann, margar mjög flottar, en að svona kjarninn í þessu það að það betra að vilja það sem maður fær heldur en að fá allt sem maður vill. Ef maður vill eitthvað sem ekki raunhæft, sem ekki mögulegt, þá maður bara að búa til uppskrift af óhamingju. Og ef maður hefur áhyggjur af hlutum sem maður getur ekki stjórnað, að þá maður að búa til óhamingju fyrir sjálfan sig. Og hann til dæmis talar að áhyggjur af dauðanum séu áhyggjur sem svo bráðnauðsynlegt að losa sig við, vegna þess að í raun og veru komið dauðinn mann ekkert við. Þú stoppar ekki dauðleikaðinn, þú getur ekki flúið dauðan, þannig að til að byrja með heimskulegt af áhyggjur af honum þess vegna, en að auki að þá þegar þú deyrð og dauðinn kemur á svæðið, þá þú hættur að vera til og þá þú ekkert á svæðinu til að upplifa það, þannig að þú og dauðinn þið komið hvorum öðrum ekki við. Síðan það tilvistarheimspekingarnir eða existentialistarnir og nú erum við komin alveg fram á 20. öld, bara í nútíman. Og margar hugmyndir svo sem tilgang lífsins og siðfræði og hamingjuna komið fram á þessu tíma en þetta svona tengist til þessum hugmyndum úr fornöld sem við vorum að skoða. Og tilvistarspekingarnir eins og Albert Camus sem var franskur og margir þeirra reyndu voru franskir, hann segir að maðurinn sé eina dýrið sem einhvern veginn fastur í því að vera óska sér að vera eitthvað annað heldur en hann ekkert sáttur við hvað hann og heimurinn þess vegna flestum og jáfnvel bara öllum þá á einhverjum tímapunkti, ekkert alltaf samt, uppspretta vonbrigða. Maður vill eitthvað sem ekki. Og það síðan hlutverk hvers einasta manns að taka ábyrgð á eigin lífi og gefa því tilgang og merkingu. Það þitt hlutverk, ekki einhvers annars. Og ef þú færð tilganginn frá einhverjum öðrum, þér kennt til dæmis bara að boðorðin 10 séu nóg eða að foreldrarnir innrætaðir, að þá myndast einhvern tíma seinna á ævinni svona spenna þar sem að þú ekki alveg sáttur og verður fyrir vonbrigðum með heiminn. Þannig að þú verður bara sjálfur að ganga til verks og búa þig til merkingu. Og kannski frægasti tilvistarspekingurinn var Jean-Paul Sartre sem sagði að þetta væri þitt verkefni. Það finnur engin annar tilganginn fyrir þig. Að menn geta hjálpa hverjum öðrum vissulega en á endanum eitthvað persónulegt við það hvað tilgang maður finnur með sínu lífi. Þú berð ábyrgð á að glæða þitt líf tilgangi og merkingu og þessi ábyrgð alltaf í þínum höndum því að þetta þitt líf. Það getur enginn tekið þessi ábyrgð af þér. Viktor Frankl var geðlæknir sem lenti í útrýmingabúðum nasista og upplifði þar sumt af mestu hörmungum sem mannkynið virðist hafa í vopnabúrinu sínu, ólýsanleg grimmd og heimska, og hann pældi mikið í eðli mannsins og tilgangnum og hann var svona tilvistarspekingur líka og hann sagði að við höfum þessa þörf fyrir einhver tilgang og þetta ekkert bara eitthvað sem við getum hunsað, þetta grunnþörf bara eins og kynhvötin eða þörf fyrir næringu eða hvaða önnur frumþörf sem við erum knúin áfram, við þurfum þetta sem kannski skýrir hvers vegna við búum alltaf til tilgang, við búum til trúarbrögð, við búum til reglur, við búum til svona vald í samfélaginu þar sem eru setta leikreglur. Hann segir að það eiginlega ekki hægt að lifa án tilgangs eða merkingar og hann sá náttúrulega dæmi það í útrýmingabúðunum að þeir sem gáfust upp, þeir hlupu bara á rafmagnsgirðinguna eða létu skjóta sig. Þeir sem bjuggu sér til tilgang eins og hann, þeir gátu farið að sofa á kvöldin og vakna á morgnana og höfðu einhver ástæðu til að fara fram úr. Og lykillinn af því að vera hamingjusamur og lifa hamingjuríku lífi
byggir á því að vera meðvitaður þessar þarfir og sinna þessu þörfum, og hann bjó til svona 3 reglur, og svo fyrsta var að það væri nauðsynlegt að skapa og eða taka þátt í einhverju starfi. Önnur reglan var að það væri nauðsynlegt að upplifa heiminn og annað fólk. Þriðja reglan væri að það væri nauðsynlegt að hugsa óumflýjanlega þjáningu og viðbrögð manns við henni. Og við skulum skoða þessar 3 reglur aðeins betur. Í fyrsta lagi verður maður ekki hamingjusamur nema að veita sköpunargleðinni og sköpunarþránni, sköpunarkraftinum einhverja útrás. Taka þátt í að byggja eitthvað upp, félagsstarfi, skapa, mála, teikna, semja ljóð, taka ljósmyndir. Í öðru lagi þarf maður að njóta heimsins og samvista við annað fólk. Maður þarf að njóta matar, maður þarf að njóta náttúrunnar, maður þarf að upplifa hluti og ekki alltaf sömu hlutina, maður þarf að upplifa breytilega hluti. Sá sem alltaf upplifir sama tölvuleikinn, sama sjónvarpsþáttinn, að smátt og smátt dregur úr áhrifum hans á viðkomandi og hann veitir hann ekki lengur neina næringu. Þá þarf viðkomandi að koma sér í annað umhverfi, fara og upplifa eitthvað nýtt. Og í þriðja lagi þurfa allir að átta sig á því að lífið er ekki alltaf auðvelt og því fylgir þjáning, meira að segja heilmikil þjáning. Það þurfa allir að gangi í gegnum ástarsorg, það þurfa allir að gangi í gegnum það að missa einhvern sér nákominn, og sá sem lifir hamingjusömu lífi, það er sá sem áttar sig á þessi þjáning er til staðar. Hann hættir hann hunsar hann ekki, heldur tekst á við hann eins og hvert annað verkefni, hugsar hana og býr til viðhorf gagnvart henni. Og það er kannski það merkilega við þetta allt saman, að það eina sem virðist þurfa til að lifa hamingjuríku lífi, það snýst ekki að verða ríkur, það snýst ekki að mennta sig, það snýst ekki neitt nema það, maður þarf að breyta því hvernig maður horfir á lífið.